Tryggvi, hérna stöndum við fyrir framan þitt gamla æskuheimili á Akureyri, Bjarg. Hvenær fluttuð þið inn? Já, hingað fluttist fjölskyldan austan af Norðfirði í júlí byrjun 1945 þegar ég var 7 ára gamall. Við komum akandi landleiðina eins og vegurinn lá þá á bíl föður míns og þegar við komum á Steinskarð og Akureyri blasti við, þá fannst mér þetta að vera stórborg og raunar finnst mér að ég hef aldrei séð aðra eins borg eins og Akureyri þennan júlídag 1945. Faðir minn var útgerðarmaður fyrir austan, Gísli Kristjánsson, og hann vildi fara frá Norðfirði af ýmsum ástæðum og hann reisti þetta hús, eða lét reisa þetta hús hér við Helgamannsstræti 28, veturinn 1944-45. Þetta hús í funkisstíl eins og flest hús hér við Helgamannsstræti raunar. Hér eru 50 hús og öll talin í funkisstíl. Og hér var, þegar að við vorum sest hér að, fjölmennasta gata. Helgamannsstræti var fjölmennasta gata á Akureyri þetta leyti, miðja síðustu öld. Hér bjuggu á 400 manns, 330-40 manns og mörg börn. Og hér var að þeim sökum gott að alast upp. Hér var gott samfélag. En hvernig voru viðbrögðin fyrir þig 7 ára að koma austan og flytja inn í nýjan heim? Já, sko, mér fannst gott að koma hingað og ég á strax mjög góðar minningar. Mér var að vísu strítt. Ég var sveitamaður austan á landi og ég var sagður linmæltur og jafnvel hljóðvilltur. En annars voru börnin hér þægileg og samfélagi gott. En þið flytjið inn í tilbúið hús. Það hefur verið óvenjulegt á þessum tíma? Það var náttúrulega mjög óvenjulegt. Faðir minn hafði hagnast mjög á útgerð og hann lét reisa þetta hús og fullgera það áður en við fluttum inn. Og það þótti nú óvanlegt þarna í lok stríðsins. Margir börðust nú í bökkum. En fyrir vikið var hann kallaður Gísli ríki af því að hann átti svo mikið af peningum að því að menn töldu að geta fullgert hús á skömmum tíma. Já, hér bjuggu 1. desember í þessu húsi 1950, samkvæmt manntali 14 manns. Að vísu, við systkinum vorum 6, sum vorum að vísu fluttað heiman. En hér voru þá 2 systkini mín með börn sín og makaraunar. Svoleiðis að það var stór fjölskyldan sem bjó hér í þessu húsi. Við hittumst Dísa fyrst á leikvellinum hérna við Helgamannsstræti sem var nú raunar íþróttaleikvangur okkar. Já, við gerum það. Eigum að líta á hann? Já, það var sumarið 1945, ekki satt? Jú, ég held það. Já. Og þetta varð eins konar ólympíuleikvangur því að ólympíuleikarnir voru 1946. Já. Við ætluðum nú okkur ekki kannski að komast á... Nei, en 62. 62. Ætluðum við endilega að fara. Já. Við ætluðum að fara á ólympíuleikana 52, segir þið, það alveg rétt. En þú gerði það nú ekki, en þú varðst hins vegar íþróttakona. Já, stuttan tíma. Lést til þín taka. Voða stuttan tíma. Ég var svo brjóstastór strax að ég varð að hætta að hlaupa og stökkva. Já, þú varst að vísu mjög fönguleg strax, það rétt. En þú varst góð í íþróttum? En hérna í horninu byrjuðum við mitt. Þetta var stórt og mikið tún áður að fara að róta til og gera þetta leikvelli. Og Marja, besta vinkona mín, hún bjó hérna í húsinu við endan, 43. Og ég var að vinna allan daginn út á Gefjun í sendilstörfum. Og hún sagði að það væri svo ægilega gaman, það væri strákur hérna, hann héti Tryggvi og hann ætti sko allt í hérna frjálsíþróttadóti. Já. Ég eignaðist snemma bæði
kringlu, kúlu og svo smíðaði ég spjót. Já, Kastaði þú aldrei spjóti? jú, ég náði nú ekki miklum árangri þar. Nei. Það var Gíja sem var systir Erlu sem konu Kristjáns, mágarins. Hún var góður spjótkastari. Og Anna, hún varð Íslandsmeistari á þessu fyrsta móti sem stelpur tóku þátt í, Íslandsmóti. Fyrsta sinn sem Akureyringar komu. Þið vöktuð athygli. Og hún varð Íslandsmeistari. Já. Þið vöktuð athygli. Maja varð Íslandsmeistari í hástökki. Já. En varst þú ekki Íslandsmeistari? Nei, ég fekk Íslandsmet í 800 metra hlaupi. Já, hugsaðu. Og það stóð í 10 ár af því að það hljóp það engin stelpa. en ég hljóp á móti Ingimar, doktor Ingimar Jónssoni. Já, var það. Já, hann var hérna náttúrulega í Klapparstígnum. En ég var númer 2 í langstökki og svona eitthvað, ég man nú ekkert eftir árangrinu. Þið fenguð góða þjálfun hérna. En hérna var ágætt og hérna man ég eftir að þú komst líka með hástökkssúlur. Já. Svo var snúra. Já. Síðan fengum við einhvern til þess að grafa langstökkskrifju. Já, það var sandkassinn. Það var sandkassinn sem börnin Já, við hlupum upp í móti. Já, því við stökkum alltaf lengra niður á velli. Já. Og það var sandkassi þarna sem staurinn er sko. Já. Þetta hefur breyst eitthvað. Við strákarnir stukkum undan brekkunni en það náðum við náttúrulega Já. ekki árangri. En það var sandkassinn, hann var grifjan. Já. Hann var grifjan. En hann var nefnilega staðsettur einhvern stað lengra hérna. Þegar þetta var sko ekki gæsluvöllur. Já. Nú auk þess var leikinn knattspyrna. Ég er nú hrædd um Það var nú það. kannski ekki mjög merkilegt en við spörkuðum bolta að minnsta En stelpur spörkuðu ekki þá. Þið tókuð ekki þátt í Nei, þessu? við fórum að handalaup og kollnýsa Já, einmitt. og svoleiðis. Já. Já, en þið bjugguð þarna þessar fallegu ungu stúlkur út í Helgamarstræti. Já, ég var í Helgamarstræti 46. Hún Hadda, bjó í dóttir Klapparstíg. Jón Sigurgeirssonar kennara og skólastjóra. Hún kom hérna líka. Hún bjó í Klapparstíg. Já, og hún kom hérna líka til að taka þátt í íþróttamótum. Ég er nú hrædd um það. Hún var líka númer 3 í hástökki á þessu fyrsta móti sem við fórum á. Já, það er einmitt. Já. Þarna séðu það. Þetta var, konur. við vorum bara á strigaskóm sko. Mikil En þær voru fyrir sunnan á gattaskóm. Já, hennilega. Það var nefnilega reginmunur. Já, ég var númer 2 í langstökki og Maja Íslandsmeistari. Já, ég man það. Ég stökk 4.35 held ég. Það er ekkert annað. Ég held að Íslandsmetið hafi verið þá 4.36 eða hvort ég stökk 4.30 bara. Ég er kannski eitthvað að íkja. En allavega, ég fékk lánaða 1 stökkið gattaskó og þá náði ég þessu sko. En hér var öflugt íþróttalíf á þessum velli. Já. Og ekki síst var það náttúrulega vegna þess að hér voru 100 börn, hugsaðu það, í Helgamarstrætinu. Á þessum tíma. Já, það voru 100 börn á þessum aldri. Hvaða strákar voru þetta með þér hérna? Ég man það ekki. Já, það var náttúrulega Tóti Friðjóns. Alveg rétt. Tóti Sýslumanns. Tóti Sýslumanns og Viddi Garðars. Hann var seinna afreksmaður. Já, hann bjó í Bjarkastíg. Hann bjó í Bjarkastíg. Já. Nú og þeir Hrafn Bragason og Sigurjón Bragason, þeir voru hér líka. Því að Þráinn bróðir minn, hann fór alltaf í sveit. Já. Strax á vorin. Já, hann tók ekki þátt í þessu. Höskuldur var aftur 2 árum eldri ég og hann var fann að æfa niður á velli. Já, hann var of gamall til okkur. En svo var náttúrulega hér voru bræður 3, Ingólfur, Kristinsson og Örlygur og Örn. Og Hildur. Og ein enn, Greta, yngsta. En þeir tóku þátt í þessu líka. Já, en við fórum niður á völl með þér. Þú skoraðir á okkur stelpunar að koma niður á völl í innanfélagsmót. Annarkvort vann nú, svona efnilega og þá voru bara til spjöld sem voru merkt drengjameistararmót Akureyrar. Og við fengum þau, stelpunar. Að vísu þá var það skrifað í stelpnaflokki. En titillinn var drengjameistararmót Akureyrar. Já, svona er það. Og því miður þá á ég það ekki. Hlutur ykkar hefur lengi verið fyrir borð. Já. Handleggurinn á henni Þórunni Hyrnu sem stendur út á Klöppum. Annar handleggurinn, sá sem styður og lærið á Helga Mara. Það er mótað eftir handleggnum á mér. Takk fyrir. Hvað segirðu? Er það satt?
Já. hann Jakob Jónasson. Hann gerði svona nokkra konustyttur og það var yfirleitt alltaf maður sá konunans Já, var það? í þeim. Já, var það? Svo var hann að ljúka við þessa styttu og við vorum í Sundlaug inni að leika okkur, ungar stúlkur. Já. Og þá býður hann mig að koma upp aðeins. Og þá stendur hann sem fyrirmyndan Gísli Guðmann Já, já. og Helgi Mari. Já. Og annar handleggurinn komin í lag en hann vantaði sem sagt þennan sem styður á lærið Já. á Gísla Guðmann sem Helgi Mari. Já, og við skemmtum okkur mikið þegar Hadda varð áttræð. Já. Þá kom hún norður og Maja líka og við borðuðum saman. Já. Og við náttúrulega tókum myndir af okkur þarna út frá. Þetta nú ekki svona fallegasta stytta sem maður hefur séð en ég er mjög hreykin af þessu. Já, já. Þú veist það nú ef til vill, Dísa, að hérna núna leikskóli sem heitir Leikskólinn Hólmasól. Já, já. Og það var Þorbjörg Hólmasól, dóttir Helga Mara og Þórunnar Hyrnu sem gaf þessu nafn. Já. Því að hún því fróðir menn segja, fyrsta konan sem fæðist í Eyjafirði. Hún fæðist hérna í Hólmunum í Eyjafirði og var af þeim sökum nefnd Þorbjörg Hólmasól. Og Þórunnarstræti náttúrulega næsta gata, Þórunnar Hyrnustræti og svo Helga Marastræti. Já. Og hér er Þorbjörg Hólmasól á milli þeirra foreldra sinna. Þetta er svolítið skemmtilegt. Já, það er það. Heldur að Ingvar hafi haft áhrif á þig til að fara í menntaskólann, fara skólaveg? Ég býst nú við því svona eitthvað, já. Annars voru það nú aðrir hlutir sem réðu því satt að segja að ég fór í menntaskóla en ég vissi af því að hann var stúdent hérðan frá Menntaskólanum á Akureyri 1947 og hér voru raunar frændur mínir sem bjuggu hjá okkur og urðu stúdentar meðan þeir bjuggu hér. Svoleiðis að ég varð nokkuð snemma í tengslum við Menntaskólanum á Akureyri og Þórarni Björnssyni kynntist ég þegar ég var barn hér eða unglingur. Svoleiðis að við þekktumst frá því að ég var ungur maður. Þannig að ég var í nokkrum tengslum við Menntaskólann á Akureyri. Nú þess maður náttúrulega geta að afi minn Ingvar Pálmarsson, alþingismaður, hann var einn af þeim sem barðist fyrir stofnun menntaskóla á Akureyri, var framsóknarmaður og fylgismaður Jónasar frá Hriflu. En hann og Einar Árnason frá Eyrarlandi, þessi þremenningar, þessi framsóknarmenn, þeir börðust fyrir stofnun menntaskóla sem var nú ekki vel séð af öllum en skólinn hefur hins vegar dugað vel, held ég. Já. Hvað er fjölskyldan lengi hér á Bjargi? Það er til vors 1955. Þá ákveður faðir minn að hætta útgerð. Hann er þá kominn undir 70 og hann telur að eftir þessi mögru síldarár á árunum upp úr 1950 væri mælinni fullur og hann ákvað að hætta hér útgerð og flytjast til Hafnarfjarðar, þar sem þau bjuggu svo í 35 ár. Nei, þarna kemur Bjarni Bjarnason úr Helgameðarstræti 44, segi mér þá. Komdu blessaður. Nei, komdu blessaður. Þetta er þú sjálfur? Já, já, já. Úr 44? Úr 44. Og á A1570, það er gamla númer af pappa. Það er bara ekkert annað. Svo þú heldur þig við forna slóðir? Já, já, já. Heyrðu, við þurfum að líta hér út svolítið. Já, ég ætla að leggja bílum. Þú ætlar að leggja bílum, já. Jæja. Hérna hitti ég einn af ungu mönnunum úr Helgameðarstræti. Já, sem var einu sinni var ungur hér í Helgameðarstræti. Þú ert fæddur 49. Já, já. Í númer 44. Í númer 44. Já, já. Við tókum náttúrulega ekkert mark á ykkur svona ungum, sko.
þegar við vorum að alast hér upp Nei, við Dísa Karls eða Nei, eða Tóti ég Friðjóns. man hún vel eftir Dísu Karlsson. Já, já, hún var náttúrulega í 46. Og Kalla Rock við Og Kalla Rock, ég er nú hræddur um það. Já, já. Og Viggu. En var, Miggu, en líka stil. En var ekki gott að alast hér upp sem ungur maður? Jú, ég var 8 ára gamall þegar ég flutti hérna. En ég man samt vel eftir mér hérna. Já, hvert fóruð þið þá? Ég fór upp í Þingvallastræti. Já, auðvitað. Ég er búinn að vera í 2 höfum. Já. Alinn upp við 2 höfustrætin hérna. Já, náttúrulega. Já. Á Akureyri. Og svo fórst þú snemma á sjó? Já, ég var bara barnungur þegar ég byrjaði á sjó. Já. Með Kalli föður minn, Já. hann var hérna, bjóð hérna og byggði þetta hús Heyrðu. ásamt föður sínum. Já, Jóhannesi Bjarnasyni, Já. úr Fjörðum, Já, og Flatey. úr Flatey. Já, hann hefur skrifað Fagurt er í Fjörðum, Já. hann afiðinn. Já. Já, það er merkileg bók. Já. Það er mjög skilmerkileg bók. Hann gekk nefnilega í Möðruvallaskóla, þú vissir það? Ég vissi það. Hann afiðinn. Já. Hann varð gagnfræðingur þaðan. Já. Með miklum ágætum. Hann var það, já. Og það var, ég má segja, gerði alla skapaða hluti í Flatey, hann var hefstjóri og kennari. Já, þeir urðu það. Þeir urðu nefnilega miklir athafnamenn eða dugnaðarmenn, margir af þessum gagnfræðingum frá Möðruvöllum. En segðu mér, bjó hann hjá ykkur í 44? Já, hann flutti, sem sagt, 1944, Já. þá fluttu þeir saman hingað, þá var þetta klárað. Já, 44, já. Þá flutti hann og Marja amma mín og bjuggu hjá okkur á neðri hæðinni. Já. En á efri hæðinni það bjó Karolína systir pappa og Jóhann Ögmundsson. Já, akkúrat. Ég man náttúrulega eftir Jóhann Ögmundssoni og ég man eftir afaðinum, sko. Ég man eftir honum, þykst mun eftir honum úr Helgamannsstræti 44. Já. Þegar þið bjuggu þar. Já, hann var... Sem gömlum manni með staf. Já, var nú, bjó hérna, var fljótt, misti sjónina fljótt. Já, var það, já. Og ég segi það alltaf, minn fyrsta minning var 1954, 7. febrúar, það var þegar afi minn lést. Þegar kistan var borin út. Ég man þetta, þá var ég í glugga á efri hæðinni og horfði á að bera kistun út. Já, hugsa sér. Og hún var þá við hliðin á mér skólasystir mín og Dagný Kristjánsdóttir. Já, hvað segirðu? Já. Prófessor. Já. Hann bjóð þarna, Kristján Jónsson, hann flutti þarna og bjóð þarna. Sýslumannsfulltrúi Sýslumannsins, já. Og svo sem var með hérna, hvað hét nú, útgáfan? Víkingsútgáfan, var það ekki? Jú, og eitthvað annað líka. Ég held að ekki var það Íslendingasagna útgáfan, nei, hann var með Víkingsútgáfuna. Já, hann bjóð þarna, sem sagt, í nokkuð mörg ár. Já, ég man eftir honum og Dagníu, hún var náttúrulega svo ung. Ég man ekki eftir ykkur þessu unga fólki, sko. Við erum jafnaldrar, sko, ég og Dagný. Já, þið eru það? Já, hún er fædd 49. Hún er fædd 49. En hér var gott að vera, Bjarni. Já. Hérna var þessi viðkunni leikvöllu sem... Heyrðu, og dóttir þín, Hafdís, hún er flutt inn í húsið sem ég ólst upp í við Helgamannsstræti. Bjarg við Helgamannsstræti. Ég var óskaplega ánægður þegar þau fóruð þangað inn. Gauti og hún. Já, það líka. Enda hafa þau gert þetta hús enn fallegri en það var. Já. Það held ég. En þó að þú flyttir burt úr Helgamannsstræti þá sagður ekki skilið við Akureyri? Nei, ég náttúrulega lauk skóla hér. Þau fara 55 og ég er hér 3 ár eftir að þau eru farin suður og er stúdent 1958 og síðan kem ég hér aftur sem skólameistari 1972, þá 34 ára gamall og hér bjuggum við hjón með börnum okkar 6 í nær 30 ár. En þegar þú kemur í dag til Akureyrar og sérstaklega Helgamannsstræti og horfir 70 ára aftur í tímann eða þó er það bara 60, hvaða tilfinningar bærast með þér? Mér þykir afar vænt Akureyri af ýmsum ástæðum. Í fyrsta lagi er nú náttúrufegurð hér mikil. Hér er veðrátta að mínu skapi. Það skiptast á skinn og skúrir eins og í lífinu. Hér eru snjóþungir vetur, en hér eru líka sumur, hlý og góð sumur. Og það er náttúrulega alltaf sól á Akureyri eins og við Akureyringar segjum.
Já, nú erum við komnir hérna í Bjarkarstíginn, Viti. Já, Tryggvi. Hér vorum við oft. Þetta voru eitthvað æsku stöðvar. Já. Heldur betur. Þú byrjaði skíða íþrótt þína hérna. Upp í Klöppunum hana. Upp í Klöppunum, já. Já, já. Á Staðarhóli. Staðarhóli, já. Já, já. Það voru fyrstu ferðirnar. Og þegar þú varst nú farin að renna þig niður Skátakílið, Já. þá var það eins og þú væri komin í Alpana, sagðu við. Já, það var eins og við komin í Alpana og skransaði niður Hafnarstræti. Já, já. En svo man ég það var stökkpallur hérna bak við húsið hjá þér. Já. Þar voru bygguð til stökkpall. Heyrðu, var það hérna, segirðu? Já, það var hérna á Klöppinni. Já, þá höfum við nú ekki stokkið langt. Það voru 3 metrar. 3 metrar? Já, já. minni það. Já, já. En þetta voru notalegir tímar. Það var ekki langt á milli ykkar. Nei, ég sá heim til hans. Ég fylgdist með þetta. En við nefnilega unnum það afrek við Viðar Garðarsson að vorið 1949 þá gerðum við hérna snjóhesta kuldavorið mikla 1949. Norðan við húsið. Var það norðan við húsið? Já, norðan við húsið. Ég á myndaði. Það var norðan við húsið. Þar voru 2 snjóhestar. Já. Og í júní 1949 eru teknar myndir hér. Já, hvað Ragnar Skjóldar og tók myndir á okkur. Já. Því að dóttir hans var með okkur. Já, það var dóttir hans. Já. Þú fékkst að sitja á hestinum og þú horfðir upp. Og horfði upp á og dóttir hans á hinum meginn. Það voru 2 hestar. Já, já. Við gerðum 2 hesta. Og þetta er vorið 1949 eftir snjóaveturinn mikla. Já. Og hér urðu náttúrulega mikli snjóar eins og gefur að skilja á Akureyri. Sérstaklega var frægur sýslumannsskaflinn hérna í Helgamarsstrætinu og þar bjöggum við til hús. Þar grófum við skaflinn að innan. Það var voruskafl, það var nærið að stærfið hús. Já. Og það var ekkert verið að ryðja götur á þeim tíma heldur voru bara skaflarnir látnir samnast hér upp og urðu náttúrulega leiksvæði okkar. Nú hér. Þú heima, Viti? Hérna ég alveg upp í kellaranum hérna niðri. Já. Davíð bjó sjálfur hérna uppi og við, mamma og pabbi, byggum hérna niður í kellaranum. Ég man svo eftir því. Já. Þetta var alveg æfintir. Ég bjó í 10 ár. Já, já. Og systir mér fættist hérna í kellaranum þegar ég var 10 ára. Já. Ég man eftir því, Viti, að við stálumst stundum hérna upp í íbúð Davíðs þegar hann var í útlöndum. Hann var voðalega oft í útlöndum. Og þá fórum við, Viti, og settumst í skrifborðið og ortum kvæði. Já. En þau voru nú ekki merkileg. Nei, þau komust ekki á blað. Þau komust ekki á blað, en við þóttumst vera skáld. Einast ævintýri. Já, já. Ég gleymi aldrei þessu tímum hérna æskunni hérna. Nei. Þér leið vel hér eins og mér. Hér. Já, þetta var alveg paradís. Já, já. Og fara á Suður í næstu hús og það var allstaðar krakkar, fullt af krökkum. Já, já. Hér voru börn í hverju húsi og mörg í sumum. Það voru 6 börn hérna í Bjarkarstíg 7. Bragi Sigurjónsson og börn hans. Sigurjón og Hrafn sem voru kallaðir Nonni og Krummi. Nonni og Krummi. En mér dettur í hug núna er ég sé hérna, handriðið hérna. Já. Hérna sunnan var þessi rosa skafl, við fórum upp á stærsta handrið og stökkum út í skafli. Já. Það var bólakæði mjúka snjóinn maður. Og það sem meira var að við fórum hérna heljarstökk hérna fram að þessu yfir í skaflana sem hérna voru. Við vorum miklir íþróttamenn. Já, og svo var Bjarkarstígur, þetta var brunbraut þarna niður og sleða. Já. Einu sinni lendum við inn í girðingurinn eða við. Já, heyrðu, það var alltaf verið, hún var nú ekki mjög glöð, konan. Nei, hún var reið kona. Við mölvuðum marga pílara þarna. Já. Mistu stjórn á sleðunum. Og fórum inn í grindunar. Já. En við slösuðust ekki, var það? Nei. Ég man að pabbi út að borga fyrir girðingunum, hann sagði sjaldan hafa hlegið. Nei, var það? Þegar var að borga fyrir son sinn. Nei, var það? Og nú var þetta svo gaman. Já. Þetta var bara fjör að borga fyrir sjónin. Hann var skilningsríkur, hann faðir þinn. Já, hann var sett ævintýri með okkur. Ég man líka mjög vel eftir móður þinni, henni Freyju. Hún var alltaf heima að passa við. Já. En hún var mjög skemmtileg kona og hún talaði svo mikið við okkur. Altså þessa stráka og krakka sem voru að koma hérna. Hún talaði við okkur jafnvel eins og fullorðið fólk. Og mér fannst þetta mjög merkilegt. Hún hafði áhuga á fólki. Já, hún áhuga á fólki. Já. En það var notalegt að kynnast þeim foreldrunum. Og pabbi keyrir leigubíl. Já. Alla tíð.
Ég man eftir Chryslernum frá 1952 eða hvernig það var. Hann átti flotta bíla, Voru það flottustu bílarnir í hverfinu ykkar? Já, ég held... Pappabílar er flottar. Já, hann var það. Bílinn hans pappa var svo gamall. Hann var sko 39 módel. En hann var í þessu Chrysler líka. En hann var 39. En leigubílstjórarnir, sko, þeir fengu alltaf nýja bíla frá Bandaríkjum. Já. Þetta var... Virkilega lúxusbílar. Já. Þetta voru fallegi bílar. En Tryggvi, hvað segir mér að Bjargi eftir 1955? Já, 1955 þá seldi faðir minn Guðmundi Jörundsssyni útgerðarmanni hér á Akureyri þetta hús og hann bjó hér allmörg ár þangað til hann fluttist suður og þá keypti Sigurður Ringsteð bankastjóri húsið og hann bjó hér í 10-15 ár og hann bjó hér þegar ég kom 1972. Síðan var hér sambýli fyrir fatlaða í allmörg ár, þangað til Gauti Einarsson og Hafdís Bjarnadóttir sem bæði eru ættuð úr Helgamannarsstrætinu, bæði tvö eiga foreldra sem eru uppalin hér í Helgamannarsstrætinu, keyptu þetta hús og búa hér og hafa búið fallega sig í þessu góða húsi, Hafdís og Gauti.